Þetta hann Árni Þór Guðjónsson, 13 ára snillingur í Keflavík sem hefur mikla ástríðu fyrir áhugamálum sínum og nær að finna þau saman á skemmtilegan hátt. Hann áhugasamur kvikmyndagerð og við segjum að hann sé snillingur því hann getur kastað fríspídiskum af mikilli nákvæmni. Árni Þór hefur náð undraverðum árangri með fríspídiskana á stuttum tíma. Ég byrjaði fyrir svona rúmlega 1,5 ári kannski. Ég var bara inn á YouTube og sá Brody Smith sem svona frægasti gæinn sem byrjaði á þessu og ég bara hugsaði já ég gæti örugglega gert þetta líka og ég prófaði bara. Þú aðeins verið að gera vídeo og hefur strax fengið svona áhugaði að gera svona trikkvídeó. Já, ég hef mjög mikinn áhuga. Þetta sameinast svona tvö helstu áhugamáli mín, frisbee og kvikmyndagerð. Hvernig gekk þér að ná tökum á því að kasta disknum? Það er bara að ég fer út á hverjum einasta degi, skiptir engu hvernig veðrið og ég bara frá svona hálftíma til 4 klukkutíma bara úti og þetta bara æfing og æfing. En þarf ekkert að vera gott veður fyrir frisbee? Jú, það er best náttúrulega en svo þarf maður líka stundum að æfa sig í vondu veðri. En það er vel aldrei gott veður í Keflavík? Já, jú, reyndar, þetta er svona í Kef, en með ég er nefnilega með GoPro sem það getur gert í rigningu og allt það svona. Þegar þú ert að gera þessi vídeo, þarftu margar tilraunir eða er þetta bara alltaf að smella í fyrsta? Nei, það er mjög sjaldan þegar það er í fyrsta. Stundum er það í 10., stundum er það í 30., stundum tekur það 2 klukkutíma. Það bara fer eftir ýmsu. Hvernig er að fá hugmyndir bara að þrautum svona til þess að leysa? Já, stundum bara hef ég ekki hugmynd hvað ég ætla að reyna. Stundum fæ ég bara hugmynd bara strax og ég get reynt það en stundum tekur mig alveg hálftíma að finna út hvað ég ætla að reyna. En það fer líka eftir vindáttinni, sko. Hvað ertu að kasta af löngu færi? Hvað ertu að stilla upp skotmarkinu langt frá þér? Það fer eiginlega eftir bara hvað ég ætla að reyna, sko. Stundum er ég að reyna skot yfir hús, stundum er ég að reyna bara skot svona 60 metrum frá í ruslatunnur, stundum er ég bara að reyna að hitta í keilur, stundum körfuboltakörfur. Það er svona eftir. Ég er gæinn sem er alltaf með eldgömlu óhreinatauskörfuna með fríspídiskana onni og labbar allan bæ. Það er ég sem er það, sko. Ertu með okkur ákveðin svæði hérna í bænum sem þú nota meira heldur en einhver önnur? Já, það er svona grasflaut rétt fyrir ofan sem ég er mjög oft á ef ég nenni ekki að labba neitt mikið. Svo fer ég oft í Myllubakkaskóla og Holtaskóla að nota körfuboltavellina þar eða ég bara hjóla bara allan bæ og finna einhverja góða staði. Eru margir að stunda þetta hérna? Já, ég og Bergþór vinur minn erum svona helstu tveir, við erum svona eiginlega bara jafn góðir, sko. Ég gæti eiginlega ekki sagt hver er betri, hann er mjög góður og ég er mjög góður. Við erum eiginlega alltaf saman að gera svona myndbönd. En er eitthvað að vera að keppa í þessu? Það er til frisbeegolf. Allir vita eiginlega hvað frisbeegolf er, allir spyrja mig eftir frisbeegolfi eða eitthvað svona, en það var íþrótt sem heitir Ultimate Frisbee sem er svona svolítið eins og rugby með frisbee en öðruvísi og þessi Brody Smith, frægasti, hann bara byrjaði að gera svona trikkshot bara með þannig diskum og með öllum þeim köstum og svona og núna er þetta eiginlega bara orðið frægt allan heim og ég held að ég og Bergþór vorum fyrstir en það kannski var eitthvað á undan en ég veit það ekki. Eru margar útgáfur af diskum til að kasta? Já, í Ultimate Frisbee. Ég nota helst gerð sem heitir Ultrastar frá Discraft en já, svo er líka hægt að nota Innova Pulsar disk og það eru svona 2 bestu diskarnir finnst mér en samt er ég mest fyrir Ultrastar. Já, 22 diska og já, eiginlega bara Ultrastar diskar. Hvaða viðbrögð ertu að fá á YouTube við þessum myndböndum sem þú ert að gera? Ég er farin að fá góð viðbrögð. Ég er inn á
YouTube og Instagram. Ég er með 1400 fylgjendur á Instagram og svo 130 held ég svona áskrifundur á YouTube. En já, ég er búinn að vera á Instagram samt miklu lengur. Eru þessi sem eru að fylgja þér, eru það Íslendingar eða út allan heim? Mest bara í Ameríku, þetta er mjög frægt í Ameríku og ég er búinn að kynnast mörgum svona frisbee-gæjum út í Ameríku sem eru mjög góðir. Þú ert að fara að gera nýtt myndband og er eitthvað svona sem kemur mjög óvart þar? Það eru 2 ný myndbönd á leiðinni. Það er svona Frisbee Trickshot Barrel, svona ég á móti Bergþóri, númer 2, það er að fara að koma út og líka Frisbee Trickshot númer 12.